en ég fer yfir í kraftlyftingar þar sem að þetta einstaklingsíþrótt. Hann veltur allt á þér og þínu framlagi og þú getur ekki verið ósáttur eða barið í gólfið á íþróttahúsinu ef einhver annar gerir eitthvað eða mótarinn með eitthvað. Það er bara þú sem mætur á æfingar og þú sem borðar rétt og þú sem þarft að hvíla þig og allt þetta. Og ég held að það hefur verið fyrst og fremst það sem talaði til mín. Það er góðláti kraftajötunin Julian J.K. Jóhannsson sem gestur þáttarins og það er margt sem á læra af svona sterkum manni, getið sagt ykkur. Fyrst og fremst það náttúrulega leiðir til að styrkjast. Hann með þær alveg á kristaltæru. Julian veit sitt hvað liftingar og styrktaþjálfun enda heimsmet hafi í réttstöðuliftu. Hann tók 405,5 kíló og reyndi síðan við 420,5 kíló núna á EM daginn sem hefði skilað honum gulli á því móti hefði svo þyngd farið upp en endaði með bronsi sem ekki síður góður árangur. 420,5 kíló, þetta bara þú veist það bara skiptum mæleiningu. Kíló einhvern veginn bara 420 af einhverjum kílóm bara ekki að hringja í raunveruleikanum hjá mér. Allavega, Julian var valinn íþróttamaður ársins árið 2019 og með mjög heilbriða nálgun á hvernig maður nær hlutum fram í lífinu, markmið og bætingar. Ég vil sjá íslensku þjóðuna þyngast 1 kíló eftir þetta viðtal af hreinum lærvöða. Ef þið hafið gaman að góðum andstæðum þá þessi þáttur að sjálfsögðu á YouTube líka og þar getið séð hvernig langhlaupari lítur út sitjandi andspænis heimsmeistara í réttstöðuliftu. Ef það eitthvað sem ég þóra að sverja upp á þá það að hann Julian borða prótein. Íseiskir sæmilega góða leiðin til að hækka próteinintökuna þína yfir daginn og núna kynna þau nýja sérstaka eldgosa útgáfu í takmarkaðan tíma. Nýja bragðtegundin karamellu pop og í einni dós eru 15g af próteinum ásamt því að vera kolvetnaskert. Þetta dós sem fer í æfingatöskuna og þetta dós sem fer í ísskápinn. Jesús hvað ég geti samt fundið margt gott í æfingatöskuna í nýju verslun Eyrberg á Stórhöfða 25. Æfingafatnaður, æfingadína, nálastungudína, teygjur og nuddboltar og æfingaboltar og allt sem íþróttahugurinn gerðist. Meira að segja nuddbyssurnar frá Theragun, bæði Theragun Pro og Theragun Mini. Ég get alveg sagt ykkur það að það vel hægt að nota slíka byssu eftir æfingar á þreytta vöðva. Mín hefur margoft komið til bjargar. Kíkið inn á eyrberg.is eða í nýju verslunum þeirra á Stórhöfða 25. Eitt varðandi magnesium, kæru hlustundur, það gott og gilt að taka það fyrir aukna orku eða bættan svefn eða gegn vöðvaþreytu en vandamáli með magnesium bætefni hvað upptakan getur verið léleg. Ultraaktiv magnesium töflunar innihalda 630 milligram af magnesium en það þrefalt hærri skammtur en sambærilegar töflur og með solúgel tækninni í ultraaktiv töflunum vandamálið með upptökuna og frásogið úr sögunni. Góð leysni, gott frásog og mikið magnesium. Þetta þeir 3 hlutir sem ég vil sjá í magnesium bætuefni og ultraaktiv magnesium stenst prófið. Ultraaktiv magnesium fæst í næsta apóteki. Síðan það þannig að þegar við gerum eitthvað, þá gerum við það vel. Eins og toppur, vel gerður, bragðgóður, markfróður og bara almennt þægilegt að kaupa rútu af 10 dósum og eiga þær í kæli. Eins og áður hefur komið fram þá ég eplatopps maður, en það bara ég. Þið getið fengið topp í öllum tegundum, án kolsýru, með kolsýru, án eplabragðs, með eplabragð, helst með eplabragð, verður að segjast, en þitt valið. Svo það rafgeimannir og þið vitið hvað góður rafgeimir með mikið hjartansmál. Þú færð Boss rafgeima hjá Kemi á Tunguhálsi 10 eða inn á kemi.is. Kemi með mikið úrval og það Boss sem að tryggja gæðin. Kemi, Tunguhálsi 10, Snorri Björnsson, Julian J.K. Jóhannsson, ótrúlegt spjall hvernig skal styrkjast og bæta sig með harðasta húsbónda sem þú finnur sem lyftingastöngin sjálf. Gjörið þið svo vel. Hvernig hefur það? Ég hef það mjög gott. Það ekki? Mjög gott, jú. Hvað fékkstu þér í morgunmat? Ég fekk mér, og ég fæ mér alltaf havragraut og prótein. Ok, en þetta hlýtur að vera stór skál? Já, svona bara mjög temmileg held ég. En svo bara stutt í næstu máltíð. Það var almáli. Já, lykillinn að borða frekar reglulegra? Mér finnst það sko. Já. Já, og því undanfarið hef ég æft svolítið á morgnana og þá finnst mér svo mikill munur að ná 2 máltíðum fyrir þessar æfingar. Og þá ég bara keyri oft á fyrstu máltíðina bara leið og ég vakna og svo kannski bara stutt í næstu. Já, ég skil. Þannig þú vilt ná 2 máltíðum áður en þú æfir? Já, mér finnst það mikill lykill. Býtu, þannig þú hefur experimentað með það. Þú finnur mun á því að ná 1 máltíð og 2 fyrir morgunæfinguna. Já. Hvað heldur það sé? Ég svo sem veit það ekki, en ég finn alltaf þennan mikla mun og sérstaklega sko eftir ég fór að
ég minnkaði kannski fituna í mataræðinu hjá mér og þá fannst mér ég enn meira að þurfa sko fleiri máltíðir fyrir æfingu en færri. Ok. En ég ætla að finna þennan mun sko. Ok, en hvað, ég meina, þú veist, fyrir fyrstu æfingu dagsins, hvað heldur þú sért búin að koma þá mörgum kaloríum niður, sirka? Já, ég væri bara mjög fínni, ég væri komið með 1200. Já. Já. Einmitt, í 2 máltíðum? Já, 1200-1500, já, það væri mjög ideal, myndi ég segja. Ok. Já. En ertu með svona einhverja, hvað að segja, ertu með áherslur á, veist, kolvetni fyrir þunga æfingu eða einhverjum samsetningu af þessum makrós næringarhlutvöllum? Já, ekki, sko, ég er auðvitað að borða eins og ég segi, það er hafragrautur og prótein fyrsta máltíð, svo væri ég bara til í bara svona kannski afgang frá kvöldinu. Já. Bara mjög svona eðlilega máltíð beint fyrir, veist, en væri bara nokkuð í aftur samsett þannig að prótein og kolvetni og fitu. Ok. Væri bara með svona eðlilega máltíð þannig. En keppir ekki líka, eða hvernig eru kraftlyftingakeppnar? Eru það svona fyrir hluta dags eða? Já, nei, það er allur gangur á því, fyrir svolítið eftir hvað þyngdaflokki þú ert. Ég er í yfirþungaviktinni, þannig að ég keppi yfirleitt bara í kringum hádegið. Já, þannig að þeim er raðað niður eftir deginum. Já. Yfirþungaviktin, það er 120 pluss. Já. Hvað vill maður vera í plussnum? Hvað er svona samkeppnishæft? Ég er 160 pluss mínus núna. Ég hef þyngstu verið 180. Í alveg? Undir, já. Maður vill þetta bara vera þar sem að fungerar best þetta er svona, þú ert með opin reikning þú getur verið 220 kíló eða 130, fer svolítið bara eftir hversu hár þú ert og hvar þú fílar þig hversu langir handleggir eða þannig, bara einhvern veginn hvernig þín lífeðlis fræði virkar. Myndirðu segja að þú hafir valið plúsin eða var það plúsin sem valdi þig? Ég valdi plúsin, alveg 100%, okay, 120%. En er það þá ég labbaði inn á að hitta kraftlyftingaþjálfara 2009 og var að hugsa að keppa og hann sagði, já, einmitt, þú ert í hvað þyngdarflokk ertu? Ég segi, já, ég er í mínus 90 var 86 kíló og hann sagði, já, einmitt og vantar einmitt einn góðan í mínus 90 fyrir næstu árin og ég sagði ekkert en ég hugsaði, ég ætla ekki að vera í mínus 90 næstu árin. Já, þú vildi bara vera stór. Já, ég vildi bara vera stór og ég ætlaði bara alltaf í plúsinn og enda leiði ekkert á löngu til ég var komið þangað, þetta var 2009 ég held að það hafi verið í lokárs 2010 sem ég var svo komin í plúsinn sko. Já, ok, þannig að þú ert komin bara með 30-40 kíló á þig þarna á rúma ári. Já. Ok. Já. Það er bara hafragrautur og prótein sem að maður þarf að hlaða í sig og lyfta þungt. Já, bara borða vel en ég hef þetta líka, þetta er svo mismunandi milli fólks hversu auðvelt á með að þyngja sig. Ég hef alltaf átt auðvelt með það og þarna var ég 86 kíló og var búin að vera í körfu og létta mig og svona en 13 ára er ég 93 kíló þannig að þetta var svona mín kannski eðlisþyngd var hærri en ég var þarna sko. En varstu sko, þú veist, maður kannski sér svona þegar maður fer í gegnum lífið skóla íþróttir og svoleiðis, varstu sterkur eða? Já. Sem krakki? Já, alveg klárlega og ég er náttúrulega svipa hár þarna 13 ára og ég er í dag sko, þannig ég var bara fljótur einhvern veginn að þroskast. Já, fyrir fólk sem hefur ekki séð þig, hvað ertu hár? 183. Já, og 160 kíló. Já. Ok, þetta er náttúrulega að þú takir svona, eða svarið í svona vel að þyngjast er náttúrulega bara eitt og bara augljóslega hentar þér vel fyrir plúsin en mér er svolítið fyndið að þú vildir að þegar hann segir, já, hvað vantar eitthvað í mínus 90 og þú bara, nei, ég ætla að vera þyngri. Hvaða markmið er það að vilja vera þyngri? Ég veit ekki, þetta er bara, ég held að þetta sé mismunandi milli fólks, sko. Ég hef alltaf litið á það sem minn svona mikinn kosta og auðvitað með að þyngja mig og breyta minni þyngd og mér fannst það bara einhvern veginn ég man í grunnskóla í 10. bekk ég var að bara tala um einhverja stelpu eða eitthvað svona og hún eitthvað, já, ætlar hann nokkuð að verða svona með stóra handleggju og bumbu eða eitthvað og ég svona, nei, en mér fannst það ekki hljóma mjög illa mér fannst það bara allt í lagi þú veist og ég held að þetta sé bara mismunandi hvað maður vill sko. Og ég er bara mjög sáttur með mína vegferð. Einmitt. En hvernig slysast inn í kraftlyftingarna? Þú varst að segja að það var í körfubolta. Já, Þú og Hafþór gerir það vantarlega báðir, hann var líka í körfuboltanum. Já, einmitt. Ég held að hann fór nú í meistaraflokk held ég, sko. Ég hætti 15 ára, cirka.
ég fer í körfuna bara í gegnum vini og bara svona og hann tíðrætt svona þessi klefamenning núna en það var svona hluti en hélt mér inni sko bara, ég datt inn í körfuna og eignaðist rosa góða vini og það var svona félagskapurinn en ég kannski fann mig aldrei sem svona 100% keppnismann í körfubolta ekki eins og svo þegar ég fer að náttúrulega horfa á heimildamyndunum Jón Pál og átti frændur sem voru að lifta og fannst þetta bara geggjað og þetta greip mig svolítið og fer svo að prófa einhvern veginn og þetta er allt svona spurningum að gera hlutin á réttum tíma svona eftir á að hyggja að þú getur hitt einhverja mannesku en á einhverju tíma sem voru ekki tilbúin svo hittur hann að setna eða hefður hitt hann að setna þá verður ástfangin og þetta er svolítið þannig með held í íþróttunum ég hitt hann á réttum tíma og verð ástfangin hún svona verð alveg hugfangin af þessu og ég allt sumarið þannig fyrir 10. bekk þá ég bara svolítið að lesa greinar liftingar og skoða fréttir og sögur og eitthvað og millið sem ég fer að æfa og æfa á morgnana og jafnvel á kvöldin líka og bara alveg heltekin af þessu bara af þessum 3 liftum backpressu, restöðuliftu og hnipi já, alveg klárlega bara... En þegar þú segir að þú fannst þig ekki beint sem keppnismann í körfunni varstu kannski bara að upplifa þig svona sem bara að þú hafðir ekki metnaðinn eða bara þetta skiptið ekki það miklu máli og ég spyr út af því að sko, minnst það forréttnilegt hvort að þetta bara jógst til muna þegar þú fannst kraftlyftingarnar Já, ég held að sé kannski að miklu leiti það að ég náttúrulega keppnismadur að upplagi en ég kannski ég fann mig ekki í íþróttinni kannski frekar það bara, mér fannst þetta mjög gaman og allt það en það sem gerir svo að ég fer úr þessari hópíþrótt sem karvan og ég kunni náttúrulega ótrúlega vel við alla mína liðsfélaga og við erum enn góði vinnir í dag en ég fer yfir í kraftlyftingar þar sem að þetta er einstaklingsíþrótt Akkurat hann veltur allt á þér og þínu framlagi og þú getur ekki verið ósáttur eða barið í gólfið á íþróttahúsinu ef einhver annar gerir eitthvað eða mótarinn með eitthvað en bara þú sem mætur á æfingar og þú sem borðar rétt og þú sem þarft að hvíla þig og allt þetta og ég held að það hefur verið fyrst og fremst það sem talaði til mín bara bera ábyrgð á eigin árangri Akkurat til harðari húsbóndi heldur en stöngin? Ég held ekki Þetta er bara ég veit ekki hvort að fólk átti sig á því, ég veit ekki hvort að ég átti mig á því en þú veist, stöngin og hún segir þér alltaf hvar þú stendur Akkurat. og þú hefur svona 100 breytur hvort sem að bara þessar stærstu svefn og næring og að drekka ekki áfengi kvöldinu fyrir eða vera í miklu stressi eða hvað nú eða bara æfingaprógrammið árin fram að því að þú snertir stöngina hún bara gefur mæleiningu bara hvar stendur þú akkurat núna það getur verið mjög bugandi algjörlega, og hún gefur ekkert eftir eins og lýsir, hún gefur ekkert eftir það er þú sem gefur eftir eða ekki Einmitt. Og kannski liðsíþróttanir og ég hef oft farið yfir þetta með íþróttafólki sem hefur komið hingað liðsíþróttirnar svona, það auðvitað eru allir krafðir að gera sitt besta en það er þessi eiginleiki að þú getur átt slæman dag en liðið þitt vinnur samt það er eiginlega ekki þannig í kraftlyftingunum Nei bara svona að þú er slæman dag en stöngin fór einhvern veginn upp Já Nei, það er alveg rétt en ég dýrkaði hennan hóp sem karvan var en mér fannst það ekkert endilega minnka í kraftlyftingu nema því leiti að einmitt þetta, þú ert ekkert bundin að framlagi annar, þú ert bundin að þínu framlagi en að þessu sögðu vil ég samt taka fram að ég væri auðvitað ekki þar sem ég er í dag ef ekki væri fyrir allt þetta fólk sem hefur hjálpað mér og þó þessi einstaklingsíþrótt og allt það þá ger ég ekkert alveg einn í þessu það er nú bara þannig Sjálfsög Hvað er svona þegar þú tekur þín svona mestu bætingaskref og þá náttúrulega líka þó svo sem að segja stöngin sé harður húsbóndi þá er þetta líka gríðarlega bara ávanabindandi að þú gerir eitthvað og sér bara allt í einu tölurnar að fara upp og þá maður bara komin með nasa þefin af bætingum í liftingum manstu eitthvað eftir því sko hvernig þetta hefur væntanlega legið mjög vel við þér en varst að gera eitthvað ákveðið til þess að ná þessum árangri tóku til dæmis þjálfarar eftir því bara heyrðu ok, Julian á hann er með svona potential eins og þau segja það liggur vel við honum Já, ég held að það hafi verið tekið eftir því mjög fljótlega en líka ég keppa á mínu fyrstu 2 mótum í byrjun árs 2009 þegar ég er að útskrifast úr grunnskóla
og þá ég bara með 86 kíló og eitthvað og bara mjög dæmigerður byrjandi held ég sko. En svo kannski verður þessi kúvending hjá mér á þessu hálfa ári sem líður fram að næsta móti hjá mér, því þá mæti ég mínus 110 kilogramma flokk og bæti mig 70 kíló í réttstöðu, tek 270 kíló þá í réttstöðu. Ok. En þú varst komin í 200 samt? Já. Ok, það nú bara gott ævimarkmið fyrir suma? Já. Og þannig þá held ég að alveg verið tekið eftir því sko, alveg klárlega. Og ertu þarna byrjar að hugsa til þess að gera þetta atvinnu, eða ég veit ekki alveg hvernig fólk horfir á kraftliftingarnar, en þið langaði að verða kraftliftingamaður? Já, og ég hugsaði þetta alltaf, sko þessi fyrstu mót mín, það var alltaf hugsunin að ég væri ekkit endilega að keppa til þess að sigra, heldur væri ég að keppa til þess að safna reynslu, að því mér langaði að fara lengra þegar ég eldri. Okay. Og það var eitthvað mjög fljótlega orðin hugsunin hjá mér að safna reynslu til þess að geta nýtt mér þegar ég væri svo komin í fullorðinsflokk þegar mér í dag sko. Einmitt. Þannig að ég held að ég hafi nú alltaf og veit það svo sem ég hef alltaf viljað taka þetta eins langt og ég geti. En svo þetta líka svo skrítið að því maður gerir ekki, þú veist, allir vegir liggja til Rómar sko, og veist, þetta var haldið þannig. En Róm var ekki byggð á einum degi, þú veist. En eins og ég hugsaði 400 kíló hnébeyju og ég hugsaði, ég var auðvitað, maður var að setja sér markmið og svo var maður komin í einhverja fantasíu langt fram í tíman í hausnum eitthvað og svo allt í einu bara rankaði við með bara 400 kíló hnébeyju og á þeim tíma átti ég kannski 170 og ég sagði, 400 kíló, hvað ætli ég þurfa að hita upp í? Ætli ég þurfa að hita upp í 360, 380 kíló? Og þetta virkaði svo ómögulegt og svo langt í burtu. En svo þetta gerast hlutin ekkert svona, því að veist, þetta bara eitt skref í einu, bara áfram gakk, eitt skref í einu og þú tekur 170 og svo tekur þú kannski 175 og þú ferði ekkert, bara hoppar ekkert úr 0 og upp í 100. Nei. Þannig að þú kannski þurftir að þú varst svona að finna að það var einhver lína þarna, wow, þetta nánast ekki gerlegt og þurfti þá kannski að bremsa það af og setja minni markmið sem voru í aðeins svona nærri framtíð. Já, klárlega og kannski það líka að hugsa ekki allt á sama tíma. Hugsa ekki Róm alveg bara fullbyggða á morgun. Já, einmitt. Ok, og þú ert að horfa á plúsin, vissir að þið langaði að fara þangað. Og þú veist, það þýðir að þú þarft að bæta á þig bara mjög mikið af vöðvum, bæta þig sjálfsögðu í styrk. Hvað svona, þú veist, það svo mikið af þessum bro science greinum sem eru skrifaðar, svona, þetta það sem þú ert að taka, þetta það sem þú ert að gera, þetta æfingin sem þú ert búin að gleyma að gera allan þinn feril. Ég trúi ekki á þess að ekki búin að gera þetta. Þú ert búin að ræfa vitlaust í öll þessi ár. Nákvæmlega, en ég nokkuð viss það að þú með svona langan feril getur hort tilbaka og sagt, það ákveðnir samnefnarir hérna sem bara ekki hægt að hagga. Það eru ákveðnar grunnstóðir í æfingum sem þarf að gera. Já, það má alveg segja það. Alveg klárlega. Og ertu með svona on top of your head bara þessar svona lykilþættir sem þarf að gera til þess að vera sterkari og möguleika sem þú flaskaði líka á sem bara ungur og óreyndur kraftliftingamann. Já, sko stærsta sem ég man eftir og þetta eru mistök sem fólk gerir á öllum stegum liftinga, frá byrjandum og upp í lengra komna og þetta eru mistök jafnvel sem ég stend með að því að gera enn þann dag í dag þrátt fyrir að vera full meðvitaður þetta og það er að æfa of þungt. Ok. Það og þetta eitthvað sem ég sjá mjög oft og ég stend með að þessu að æfa of þungt vera komin fram fyrir sjálfur mig í uppgeirslu fyrir mót, vera komin að því það að æfa og þungt þá ert að búa til þreytu, þú ert að í raun að kæfa þennan topp sem þú ert að reyna að búa til fyrir utan það að tæknilega séð beitur þér ekki rétt og öll þessi atrið, en þetta eru held í númer 1 mistökin, æfa og þungt. Já, og vilja í rauninni bara aðeins svo mikið og fljótt. Já, ég
ég myndi segja sannlega ef við værum ekki að taka þetta upp, þá myndi ég segja að fólk það væri of gratt í bætingar, það væri gretta en við erum að taka þetta upp, þannig ég ætla ekki að segja það. Nei, ekki, við lætum þetta ekki út Nei. En ég held samt, Julian, að fólk hugsi svona, já, einmitt, það vilja sér ekki mikið en ég ekki að reyna að fara á heimsmeistaramóti, ég bara að reyna að massa mig upp og kemur senn sumar, ég ætla nú bara að taka hróttalega á því. Já, en sko sko að tala þetta sé vilja sér of mikið, það alveg rétt en líka ef þú ert búin að binda þig einhver markmiði, þú ert búin að ákveða ná einhverju eins og þú segir, massaði upp fyrir sumarið, það auðvitað mismunandi pælingar því, en segjum þú ætlir að vera sem sterkastu fyrir sumarið eða keppa og og þá það svo skiljanlegt að þú vilji mæta í gimmið, þú vilji taka á því, þú vilji krista allt út við þér af því þá ertu skrefi nær markmiðinu, en það bara ekki þannig, þú ert í raun að fara að skrefi fjær markmiðinu, þú ert með einhverja kurvu sem einhvers staðar í miðjunni og hallar svona örlítið upp og eða þú ert með bara X og Y ás, sko, og X ásinn bætingar, þú veist, þyngd á stönginni og ásinn bara vikur og þú að fylgja einhverjum miðjulínu frá hotni upp í hotn, en ef þú ert farin á undan þér og þá ertu komin á undan þessum bætingum og allt í einu minnkar hraðinn, það minnkar endurheimtin á milli æfinga, það minnkar gæðin á vinnunni og í staðin fyrir að línan haldi áfram upp í topp, þá byrjar hún að hnigna niður og það það sem gerist líka, þú ert bara að vera sem sterkastu fyrir sumarinn á 100 kg á bekk, þú getur ekki flýttir á endamarkið með því að taka meira og það það sem við erum að gera með þetta að í raun að vera frekar skrefa á eftir sjálfu þér í þessu, þú veist, en á undan en þetta svo eðlilegt að vilja bæta sig og vilja bara taka á því í gimminu, en ef þetta væri bara að æfa þungt, þá væru miklu fleiri mjög sterkir en þeir eru, af því það kannski að auðvelda ef þú setur þig markmið að æfa þungt, að passa upp á hvíldina, að borða rétt, að sjá fyrir þér æfingarnar og allt þetta í raun sem kemur í kringum það að æfa þungt, af því æfingin bara kannski 2-4 tímar. En hvað þá eftir? Það 20 tímar eftir í sólarhringnum og þar ofta vinnan. Þar þú veist, ekki eins og hjá mér, það auðvitað mismunandi hvað fólk vinnu við, en hjá mér hef ég leitast við, þú veist, ekki vera í einhverju líkamlegu erfiði beinti þegar það eru þungar æfingar, þú veist. Já, í daglegu lífi. Já, og ef þú ert í einhverju þannig tímabili í þínu lífi, það sem mikið stress, og ég finn þetta núna, bara ekki það sé mikið stress en bara nú ég komið barn, annað barn á leiðinni og maður að vinna og svona eitthvað og þá maður að reikna þetta með í heildar álæð inn í æfingar. Já, mjög góð punktur. Þetta, já, algjörlega og mér finnst það svo margt þarna út af því að líka þetta með að fara fram úr sér og vilja taka inn bætingarnar strax. Hann Gísli Kristjáns út af nefndan hérna, ólympískur lyftingamæður, hann lýsti svo alltaf sko, þú veist, þú fer 3 tröppur upp, eina niður. Já. Síðan tekur 3 tröppur upp og eina niður og maður eitthvað, já, mega sens en ég ætla eiginlega bara að taka 10 tröppur upp, skilur og síðan hérna þegar ég búin að ná mínu markmiðum þá skal ég fara eitthvað niður en ég vil bara fara beina leiðinu og þú sagði sjálfur í byrjun að þetta var eitthvað sem þú strögglar aðeins með jafnvel þó að þú vitir þetta manna best og ert að lýsa þessu svona ítalega hérna þetta ekki bara, þú veist, þú ert að láta mikinn tíma í þetta þú ert metnaðarfullur það mót framundan og þó svo sért alveg yfirvegaður þá kannski smá stress að eða kannski einhver efi eða ótti að ná ekki að performa á því móti þannig manni kannski hættir til að gefa enn svo mikið í. Jú, einmitt og það sem ég finn líka sjálfur að mér hættir svo til að fara og hugsa svona þetta nú ekkert mikið fyrir mig. Akkurat. Ég get nú alveg meira eða þetta var nú kannski svolítið hægt sett hjá mér, hægar en það á að vera en það nú örugglega bara dagsformið og einhvern veginn tala mig svona inn á þá línu og ég mögulega sé ég ekki æfa og þungt. Þannig ég þarf að vera mjög vakandi fyrir þessu, bara svo ég segja það satt, þetta einhver gullin meðalvegur, æfa nógu mikið en ekki of mikið
og að reyna að feta þennan meðalveg hefur bara, ef ég segi það satt, hefur reynst mér erfitt en er mjög mikilvægt í þessu öllu saman. Maður aðskilur stundum, ég ætla ekki að alhafa þetta alla aðra, þetta bara minn akkilesarhæll að horfa á æfingar og einmitt þegar maður kannski fer aðeins fram úr sér, að ætlast til þess að þetta hafi bara áhrif á æfingarnar. Ég er svona aðeins að hvað maður að segja, svona stretching it, ég er aðeins að fara upp að þolmörkum kannski þarf ég að slá aðeins af og láta síðan eins og þetta bara við æfingarnar en ekki það að síðan fer maður í vinnuna daginn eftir og eitthvað aðeins þreyttari og sefur aðeins verð eða eitthvað svona styttri þráður, bara eins og það sem þú gerir ekki á æfingum sé það sem hefur áhrif á allt utan æfinga og náttúrulega öfugt. Já, einmitt, þetta er mjög góða punktur og þetta að vera svo, maður þarf að vera vakandi fyrir öllu álagi í lífinu og það er það sem mér hefur fundist ég hef aðalega hugsað að þetta reikna álag lífsins inn á æfingar sko af því það hefur svo lengi hjá mér allt einhvern veginn raðast upp allir mínir dagar og verið skipulaðir í kringum æfingar og það kannski breytist ekkit fyrir en ég eignast bara barn fyrir 1,5 ára síðan þá allt í hennu fór mitt lífa úr því að snúast bara hvenar ég ætlaði nákvæmlega að æfa og eitthvað í bara heila mannesku, ég þurfti að hugsa sko, þannig það einhvern veginn var svolítið breyting fyrir mig en það þetta, reikna það þá líka inn í æfinga álag sko. Einmitt. Fannstu mun á kannski auðvitað var kannski erfiðar að koma æfingum inn en fannst þér erfiðar að ná inn miklu magni af liftum eða ég veit ekki hvernig þú horfir á æfingu þegar hvort að þú horfir á total þyngd lift yfir æfinguna eða eitthvað svoleiðis, þess að í hlaupunum bara kílómetrar hlaupnir sko í heildina fannst þér erfiðara út af það ég býst við að kannski vera aðeins minni svefn eða aðeins meira að gera í kringum barnsegnina, var erfiðara að ná meira úr þér á æfingum og þá er ekki að tala um tímalega, heldur bara fannstu að stressi var að taka einhvern toll af æfinga álæginni þinni? Ég fann kannski fyrst og fremst mun í því að bara á hvíldinni, á endurheimtinni sem svo sem svo færðist yfir í ég skilaði mig sama magni á æfingum en það var hægara. Veist, ég skilaði mig sömu þyngdum kannski en þær voru hægari eða tæknilega verri. Veist, það var kannski það, þannig ég þurfti að taka skref tilbaka í því og það er svona og það er bara ekki það að hann sefur vel núna og er bara þetta hið besta barn alveg en það samt breytir svo margt, maður er á fótunum allan daginn eitthvað og maður er að bera ábyrgð á einstaklingi og það er að borða og allt þetta og það einhvern veginn tekur pláss í höfðun á manni, ótrúlega sagt sko. Einmitt. Það er svona, að væri kannski leiðilegt að gefa sig allan í einhverja æfingu og vera, þú veist, að lyfta upp 100 kílóa yfir einhverja 2-3 klukkutíma og koma sér heim og bara, þú nennir engu öðru en að sitja í sófann. Já. Það getur verið, ég býst við að þú hefur einhver tíman lent í því að þú hefur gengið aðeins og nærrið þér. Já, alveg klárlega. En það er það sem líka máli er að það kemur ekki til greina að maður getur bara legið í sófanum, þannig að þá ertu bara enn þreyttari og ertu bara nærið ekki að endurhenta þig vel og ferði næstu æfingu þreyttari, þannig þetta funkar ekki sko. Þannig það er svolítið það sem ég hef þurft að reikna inn í æfingar undanfarið, sem er svo mikið breyting frá því að vera í 10 ár bara að hugsa mig, veist bara. Þið líka vonbrigðin að fara að hugsa einhvern annan núna. Hvað segirðu? Vonbrigðin að fara að hugsa einhvern annan núna? Nei, alls ekki vonbrigði en bara öðruvísi. Já, ég get rétt ímynda mér. Já. En eins og með mataræði eða eitthvað svolítið, gerður enga skandala í þú veist, varst ekkert ofgrimur í próteininu þegar þú varst að byrja eða jú. Drakst bara próteinsheika og borðaðir ekkert enga almennilega fæðu? Jú, ég hef alltaf gert sko mörg mistök í mataræði þannig en ég held að fyrst og fremst hafi ég alltaf borðað bara mikið en mér hefur ekki orðið meint af neinum af þessum mistökum en svona í seinni tíð hef ég kannski passað miklu betur upp á gæði matarins náttúrulega þegar ég þyngdi mig sem mest þannig til að byrja með þá var það kannski það sem kallað er á sem brósíðan dirty bulk Já.
Hann var dört í bölki og síðan borðum maður hérna þegar maður ætlar aðeins að kötta sig niður. Já, eða bara eins og núna, ég bara halda mér svolítið, þú veist, og þá reyni ég að passa miklu meira gæðin, sko. Fólk hefur mjög gaman af, og nú ég aftur að alhafa bara til þess að lýsa minni skoðun, en hérna bara svona að sjá kraftliftingamenn geta lyft einhverjum ólegum þyngdum og borða bara eitthvað ólegt magn af mat á dag og þetta eins líka reyndar með Michael Phelps, hérna var mjög vinsælt að sjá hver morgumaturinn hans var út af að hann væri rauninni bara að brenna svo miklu daginn, þurfti svona mikla orku. Er þetta einhverjar ólega tölur hjá þér? Nei, í rauninni ekki. Michael Phelps fór náttúrulega upp í 11.000 þannig manni eftir einhverju frétt, sko. Já, það nú bara það er svolítið klikkað, sko. Það sem að venjulegur maður er að borða. Já, ég hef verið í svona, sko, stabílt svona 4.000-5.000 einhversta þar á bilinu, í hitaeiningum. Og reynir að dreifa því yfir á hversu marga máltíðir? Yfirleitt 5 máltíðir á dag. Já. Morgumatur yfirleitt lítill og svo er kannski svona, svo er þetta í raun bara 4 máltíðir, þú veist, bara svona venjulegum degi eru að tala bara kjöt eða fisk og kartöflur eða hrísgrjón bara sinnum 4. Kvöldmáltíðin hefur verið svona aðeins svona frjálslegri undanfarið bara svona fjölskyldum máltíð einhvern veginn, borðum saman og eitthvað, en þetta er svona uppistaðan þetta er raun bara morgumatur og svo 4 máltíðir, þú veist, það er ekkert millimál eða þannig mér finnst það svolítið leiðilegt að tala millimál, þetta eru bara máltíðir. Já, og sérstaklega fyrir þig, það sem að þér finnst mikilvægt að hérna, dreifa matnum eða næringunni yfir daginn. Já. Æfirðu einu sinni á dag? Já, yfirleitt. Já, og undanfarið hef ég gert það, undanfarið ár. Í menntaskóla tók ég oft tímabil þar sem ég var, tók svona 2 ára dag tímabil, 11 sinnum í viku. En eftir því sem ég er orðin eldri og einhvern veginn meira svona, þá hef ég ekki fílað það. Nei, en sko, þú veist, virkar að þetta er ekkert bara hérna, no pain no gain á þeim tímpúti, þú getur ekkert farið og maksað í réttstöðulyft á morgnana og maksað í hnépi á kvöldin. Hvað er maður að gera svona á aukaæfingum í kraftliftingunum? Sko þegar þú ert farin að æfa svona oft þá ertu í raun líka bara algjörlega að nota aðra nálgun á þetta, þá ertu bara farin að keyra upp svona eitthvað volume og intensity er þá yfirleitt mjög lágt, sko, og þyngdir og allt og þá ertu bara að spila á það og eins og á þeim tímapunkti þá voru þetta bara léttar aukaæfingar oft og rúll og stundum svona plíómetrík þjálfun, einhver svona sprengikraft svo eitthvað hopp og kasta medicinboltum og eitthvað en sko það sem mér hefur þótt best lengst af eða undanfarin 5-6 ár og ég er bara að stíla frekar á þetta intensity, hafa frekar sko færri og þyngri æfingar og meiri hvíld. Ok, og heldur að það sé eitthvað sem að hendi þér sem afreksmanni í íþróttinni eða finnst þér eins og það sé eitthvað sem að fólk, almennu borgari mætti líka horfa? Ég tala aðalega fyrir mig bara, sko eftir því sem ég eldist og þyngist, þá mér fundist þetta, ég er lengur að recover eftir því sem ég er þyngri. Ertu ennþá að þyngjast? Nei, en bara eftir sko frá því sem ég var. Ég skil. Ég skil. Já, þannig þú ert ekki að stefna hægt og bítandi í 200 kíló eða eitthvað? Nei, ég fór hann upp í 180 kíló. Já. Og það var bara rétt það bil sem COVID skellur á. Nú, það er ekki lengra síðan? Nei. Og þá, en svo náttúrulega voru bara ekki mót, þannig að ég bara einhvern veginn sast uppi með auka 20 kíló. Já, þannig ég bara létti svolítið niður aftur og nú er þetta að fara í gang en ég kann mjög vel við mig í kringum 60-65. Hvernig er lífið í svona stórum líkama, Julian? Mjög gott. Mjög gott, ég mæli með því já, bara ég held það bara flugvélasæti? Já, mjög lítil og þröng og finna sér föt? Erfitt og já. En að hjálpa fólki að flytja? Mjög auðvelt, já. Nei, en þetta er auðvitað bara, það er svo mismunandi hvernig, þú veist, ég veld minni þyngd mjög vel og það er auðvitað munurinn í þessu og
á tiltölulega auðvelt með líkamsþyngdaræfingar og upphýfingar og allt svona Það? já, þannig að þessi þyngd svona, hún fer mér vel Já, algjörlega þannig það auðvitað munurinn í þessu en ég meina erfitt að kaupa föt og þetta það er nú mjög lítið í stóra samhenginu sko, en mann líður vel Einmitt. En bara svona, finnur þú til dæmis að þér út að þú ert í mjög sérhæðri íþrótt og ert að fókusa langmest á styrk af þeim eiginleikum sem að líkaminn hefur hugsar eitthvað til svona almenns heilbrigðis, hvað var þar bara langlífis eða þess áttar hugsaru, herri, ok, þú veist, þegar að ferlinum líkur þá væri kannski fínt að, þú veist, auka eins nokkra göngutúra eða ég væri til í að geta skokka 5 kilometra ég er bara að segja eitthvað, þú skilur hvert ég er að fara svona með algjörlega, ég náttúrulega hugsaði aldrei þetta og mér er alveg sama þetta þarna, en svo náttúrulega eignaðist í barn og þá þetta fyrir þetta að skipta máli að vera á lífi þarna en ég eins og í dag ég geng töluvert og töluvert á minn mælikvarða við skulum hafa það á hreinu, ég gengur örugglega lítið á þinn mælikvarða en þarna en ég fer í svona heilsufarsskoðun og af og til og erum við bara hesta heilsu Já, einmitt, ég efast ekki það í eina sekundu, ég bara svona hugsa hvort að þegar maður fer í svona mikla sérhæfingu hvort maður svona maður á einhverjum tímabúti þá maður orðin of vel æfður fyrir almennt heilbrigði, hvort sem það að hlaupa langt of sérhæfður Akkurat, og ég get alveg sagt það þegar ég var fyrstu árinni svo skipti mig engu máli almennt heilbrigði eitthvað og mér finnst það bara asnalegt en og ég held að maður ná ekkert endilega eins langt maður getur í sérhæfingu ef maður ætlar að vera að hugsa sko að vera góður á öllum sviðum það funkar ekki saman en svo þetta kemur á þeim punkti að maður verður að pæla í þessu ég er ekkert endilega alveg komið þangað í dag þó ég sé mjög nærði því en það er þessi sérhæfing og það er oft talað líka íþróttir þú veist íþróttastarf bætir heilsu og almennt íþróttir hann verður betri í öllum þáttum daglegs lífs og svona, þú eykur þína heilsu en þegar þú ert komin í afreks íþróttir þá ertu ofta að fórna þína heilsu fyrir árangur í íþróttinni og það er alveg við í þessari eins og mörgum öðrum íþróttum eins og við höfum séð bara í öllum sko liðaskiptum og öllum dótinu þvert yfir íþróttagreinar Algjörlega, það er einmitt og það er svona kannski það sem ég var að grafa eftir en og eins og ég segi, mér finnst ekkert þetta bara á ekkert við eingöngu kraftlyftingu, þetta er bara nefndu íþrótt og ef sá sem skara lengst fram úr í henni, hann er örugglega minnst að hugsa heilbrigðið til svona lengri tíma Akkurat, og eitthvað svona almennt heilbrigðið, þó að það vinni líka saman að vera heilbrigður einstaklingur, að vera við góða bara góða heilsu almennt og þetta spilar það saman eins og það að borða fjölbreytta fæðu hjálpar þér í íþróttinni Einmitt. Ég kom aðeins inn á æfingin sem þú áttir að vera að gera allan tíman en hefur ekki verið að gera á svoleiðis snertir þetta einhverja taug hjá þér, veistu hvað ég á við með þessu að fólk er alltaf að finna upp hjólið og einhverja æfingu sem að maður verður að gera til þess að bæta hnébeðinu sína Já, alveg klárlega og ég hef heyrt þetta rosa oft og mér minnist að einhvern tímann það var einn sem var að koma af námskeiði eða einhverjum með þekktum kraftlyftingaþjálfar út í heimi og hann kemur til okkar niður í gimmi og segir bara, heyrðu, við erum búin að vera að taka réttstöðulyftuna vitlaust í öll þessi ár og ég var og á 409 kíló réttstöðulyftu með heimsmet Auðun Jónsson var á 390 kíló en þessi þjálfari það aldrei þjálfa neitt sem átti betri árangur en við en við vorum búin að gera allt vitlist allir þessi ár það er alltaf svona og þetta er líka því eins og þú þekkir þetta er svo mikið markaðsfræði í þjálfarabransanum oft og það þarf að koma með eitthvað stuðar og vekur athygli og eitthvað en það sem mér finnst líka í þessu það er þetta æfingin sem breytir lífiðinu þú er búin að gera þetta vitlaust sjáðu nýtt flott prógram frá þessum heimsþekkta þjálfara æfðu eins og leikmennir æfðu eins og leikarannir í 300 myndinni veist hversu mörg æfingaprógram eru þannig
þetta allt gott og blessa, en besta prógramið sem þú æfir eftir prógramið sem þú klárar, sem þú fylgir og klárar. Þú veist, það númer 1, finna prógram sem þú getur klárað. Ég hef séð það óteljandi oft að fólk byrjar á prógrami, fólk almennt eða kraftlyftingakeppendur eða eitthvað, en það klárar ekki prógramið, og ef þú klárar ekki prógramið þá getur ekkert sagt að því prógramið ekki bara 1 og 1 vika, það 4 vikur, það 12 vikur, það 16 vikur og það er skipulagt sem heild og maður verður að klára prógramið. Einmitt. Og ég líka þarna einmitt, sko, maður verður að klára prógramið. Þú verður þá líka að hafa einhverja ánægju af þessu og verður kannski svona aðeins að finna þig í þessu og ég vona að þetta ekki koma út eins og ég hafi eitthvað svona, sko, að fólk þurfa að passa sig á kraftlyftingum út að þetta fer gegn heilsunni út að það bara alls ekki þannig. En bara allt eins og crossfit og eitthvað sem kemur nýtt inn, það sem fólk hafi gaman að því að mæta og hvort sem það kraftlyftingar eða hlaup eða crossfit eða fótbolti eða eitthvað, bara að fólk finni eitthvað sem það nennir að gera og þá það bara, þú veist, þá það komið langleiðina. Síðan alltaf hægt að fara í eitthvað svona, ok, býtum við langar að ná aðeins meira árangri í þessu, já, þá var ættir að gera þetta svona og svona og svona og svo kom einhverjir svona peningamenn inn í þetta sem segja, ok, þú veist, þú ert búin að gera þetta svona, en við erum hérna með nýja tækni sem hægt að, og það alltaf hægt að láta fólk efast, eins og þú hérna með 409 kíló reststöðulyftu og hugsar, já, ok, ég með 409 kíló, en hvað ef ég gæti átt 430, skilur? Já. Þarna algjörlega, en nei, ég tók þess ekki eins og þú værir eitthvað með kraftlyftingar, því við vitum það í öllum íþróttum, ég meina hvað margar crossband aðgerir í fótbolta og allt þetta þarna en við þetta 409 kíló eins og þessi þjálfari, hann kemur inn þetta í kraftlyftingar, landsliðsþjálfari á þenn tíma, norskur Noregi og hann kemur inn með prógram sem að svolítið öðruvísi, af því að það kannski svona 2 megin skólar í prógramum í kraftlyftingum, það þessi gamli sovjetskóli sem eru mikið til unnin upp úr gamlu lyftinga olimpísku prógramunum og svo þessi ameríski þarna svona sem svona kannski frekar blandaður vaxtarækta prógramunum. Já, gæti trú að hann sé svolítið svona fyrirlitin af gömlu lyftingaköllunum Sovjet? Já, ekkert endilega. Ekkert endilega. Hvaða nöfn eru að tala um í ameríska skólanum? Það svona Pendley og svoleiðis? Það í raun þessi prógram sem voru að taka greinarnar 1 sinni til 2 ári viku. Já. Og svo ertu komin í Sovjetskólan það sem var náttúrulega byggt á þessum lyftingaprógram frá Borishenko og fleiri nöfnum. Það sem voru jafnvel að taka sko beigur, bekk og dett alla daga vikunar eða þungar beigur og bekk hann Riptó kannski svolítið í áttina því. Já. En amerískur sko. Einmitt. En kemur með þetta starting strength program. Já, Mark Riptó, eða ekki? Jú. En það sem þessi norski kemur með, hann kemur með einhverjum blöndu af þessu og kynnir það sem alveg nýtt bara svolítið og vekur mikla athygli og hann með hnéböður og bósúboltum og eitthvað réttstöðulyftu með teyjum ofan og upphækkun eitthvað, þú veist, bara alla leið og við sjáum þetta svolítið í styrktarþjálfum fyrir alls konar íþróttagreinar í dag. Þetta bara því flóknar sem prógramin eru því betri. Það virðist vera mantaran í þessu. Og ég ætla ekki að segja það, kannski þetta gott í einhverju, en ég held að það sem sé litið framhjá grunnatriðin. Það eru hnébeugur, bekkpressur, réttstöðulyfta, axlapressa, upphyfingar, þessi bara grunnhreyfiferla líkamans og byggir upp grunnstyrk þar. Og það það sem ég held að sé hunsað. Einmitt. Þessi sovjísku prógram, já. Finnst þér þau svona, myndirðu treysta þig til þess að, það eitthvað sem þú ert fylgjandi? Já, frekar. Ekki hægt nokkurn veginn að sjóða flest prógram niður í, þú veist, þetta alltaf bara svona smá hybrid af þeim prógramum? Jú, mjög mikið af þessu, það alveg rétt. En eins og við erum að tala um það sem við vorum með þetta mikla voljum í greinunum og þessi hugsunum að þú sért að æfa þessar keppnisgreinar eins og í kraftlyftingu, hnébeugur, bekkpress og réttstöðulyftu eða snörun og jafnhendingu. Þú ert að æfa þetta ekki eins og þetta séu sko lyftingar til að styrkja það heldur tæknigreinar
og þú ferði kannski oft í hnéböguna og mismunandi álagi og ákefð til þess að bæta því í raun bæði sko bæta svona taugasvörun við greininni en líka tæknina og í því sértu að ná fram betri árangri. Einmitt. Og það var rannsóknin sýnt að það skilar árangri. Einmitt. Ég samt á minningar af því sko og maður einhvern veginn svo hrifgjart með þessu að hún nefndir Seiko og hann með einhverju svona þú veist, einhverju töflu yfir að þú gera svona margar endurtekningar og svona mörg sett og eitthvað, síðan finnur maður Smólov og þá svona margar endurtekningar en svona mörg sett eitthvað svona og síðan sem maður ég var ekki Wendler sem 5-3-1 þú veist, og allt þetta bara einhverjar breytingar á settum og reppum og allt þetta og ég veit ekki af hverju en alltaf verið seldur á það að hugsa, wow, já, einmitt, það eitthvað ný rep og sett þarna sem hættir að gera og þá verður maður sterkari. Algjörlega, og ég hafa viðtal við keppinaut minn úti og hann var að vera að spurja hann einhverjum hlaðvarpi, spurja hann úti hvernig hann æfði og hann kemur og segir bara eitthvað top secret og eitthvað, og vildi ekki segja neitt. Eins og það að hann sé að æfa á einhvern hátt þannig að engin annar í heiminum sé að æfa svona og það sé ástæðan okkur hann sé þar sem hann Einmitt. Þetta stenst ekki skoður og ég sá heimildamyndinu Jón Pál og það var í lokin eða eitthvað að vera að fletta gömlum æfingadagbókum og ég hann að 15 og ég hugsa, ég verð að fá þessar æfingadagbókur en það ekkit málið það sem þú verður sterkar að mæta dag eftir dag, viku eftir viku og þú bætir þig ekkit viku frá viku þú bætir þig ári frá ári til árs og það þessi endurtekning, það það að fylgja og klára prógraminu, það að reikna með þessum þáttum í lífinu, það að hvíla sig og borða og æfa og gera þetta í 30 daga, 60 daga, 300 daga, 900 daga og það það í mínum huga sem svo skýrt að skila þér árangri, það að halda einbendingu, það ekki eitthvað leyniprogram eða teyjur rétt stöðlifta og búka bak við vegg, það ekki já. En hvernig það fyrir þig að horfa á þú veist, að verandi kannski ungur og upprennandi mæta síðan á alþjóðlegt mót og sjá bara að það einhver jafnaldriðin sem á miklu þingri réttstöðliftu eða hnébeygju heldur þú já. Hefurðu lent í einhverju svoleiðis þar sem að þú bara svona byrjar að spyrja það í á ég sens í þetta eða ég búin að vera að gera þetta vitlaust? Já, alveg klárlega og það líka svo magnað með hann heim sem við búum í að því hann svo stór þannig að ég man sérstaklega í úlingaflokkum og ég mætti á heimsmeistaramót drengja og var bara búin að æfa vel og var mjög sterkur en þarna var einhver strákur sem ég aldrei heyrt frá Síberíu beygði 360 kíló Þetta var Síberíu? Já, 17 ára hann var ungverji sem tók 300 kíló í backpressu 17 ára og ég bara vá, heyrðu hvað að gerast og þetta kemur eiginlega árlega ég sé þetta okkur einasta ári að koma ótrúleg efni upp og að koma svona strákar og stelpur sem bara fáránlega sterk og þetta hvaðan af heiminum þetta langmest sé þetta frá Rússlandi eða Bandaríkjónum enda svona kannski stærstu löndin í þessum kraftlyftingum en það líka hluta af þessu og það sem ég hef kannski lært meira eftir því sem ég eldist í íþróttinni að það verður alltaf einhver sterkar en þú það verður alltaf einhver tæknilega betri en þú eða einhver sem æfir betri aðstæður eða einhver sem er betur skapaður í þetta en það ekkit endilega það sem skiptir máli þegar öllu á botnin kvöld það hver heldur lengst út og ef þú gerir þitt alltaf og þú leggur allt á þig sem þú getur lagt á þig þá trúi ég því að þinn tími muni koma það verður alltaf einhver sterkari en að minni reynslu þá enda sér ekkit endilega eða hugur þeirra leitar eitthvað annað eða kemur svo að því að þeirra stopp og þá kannski ekki þrautsæðin til staðar eða eitthvað þannig í mínu bókum finnst mér að vera mjög skýrt að ef maður heldur út og maður leggur allt á sig sem maður getur gert og vinnur svolítið í því svona sínu svona circle of influence ég að lesa
Seven Habits eitthvað. Já, highly effective people. Já, hann talar svo mikið circle of influence og þetta svo, og veist, að vinna í því, það aðalmálið. Algjörlega, og þetta fín lína að sjá einhvern annan og hugsa, wow, mér langar að ná þessu. Á móti því að sjá annan og bara, herri, ég gladaður. Já, algjörlega. Og þetta, maður sér einhvern hann og ég sé það enn í dag, 19 ára strák frá Texas, beigir 400 kíló og maður hugsa bara, wow, eða 14 ára stelpu, ég man ekki einhvers staðar frá Bandaríkjunum, sem tók 220 kíló í réttstöðu og 140 kíló á bekk, 14 ára stelpa. Já. Og að sjá þetta, ég meina, auðvitað hugsa maður bara, hvað hef ég verið að gera vitlaust, þú veist, hvað í gangi þarna? Hún á norska prógramin? Já, einmitt, hvað prógramið hennar? en ég meina, en það held í munum að spila, sko, hennar the long game. Einmitt. Með þetta snýst að gera þetta, ef þú hefur virkilega gaman að því sem þú ert að gera og færi ánægður því að njóta vegferðar hennar. Þessar klísjur, sko, en mér verið samt svo sannar, sko. Algjörlega, og ég held að þú leiðrétti mig hérna, en 2010 þá ert þú með tótal upp á 600 okkar kíló. Já. Og núna ertu með tótal upp á tæplega 1200 kíló. Já. Þetta tvöföldun. Já, einmitt. Að tvöfalda tótalið sitt. Já. Og samhámar eigi slæma liftu þarna inn í þessu eða hvað nú þá það nú samt tvöföldun. Algjörlega. Það er hérna kannski svolítið ávinningurinn af því að halda áfram. Alveg klárlega. Og það þetta, þetta alveg rétt, bara, já, einmitt. Já, það bara þannig. Þú verður líka íþróttamaður ársins 2019. Það er náttúrulega svolítið bara gríðarleg viðurkenning, en líka bara fyrir kraftlyftingarnar að ég meina, það hefur ekki verið kraftlyftingamaður kjörinn síðan að Jón Páll var og hét, eða ekki, rétt hjá mér? Jú. Þetta Skúli Óskars, Jón Páll og þú. Já. Skúli var 2 ára, eða ekki? Jú, ég held í seinna skipti 1980 og Jón Páll 1981. Já, einmitt. Þetta er gríðarleg viðurkenning fyrir mig, en ekki síður fyrir íþróttina og allt þetta starf sem hefur unnið. Sko, við vorum að ræða það hvernig kraftlyftingar væru í dag, sko, hvort það verið mikil nýliðun eða vöxtur í íþróttinni og það hefur einmitt verið gríðarlegur vöxtur og það hefur verið gríðarlega svona breytingar á bæði, sko, öllu starfi og ásýnd íþróttarinnar á undanverðnum 13-15 árum. Hvað hjálpar þarna? Ég held að fyrst og fremst sé það að kraftlyftingarsambandi gengur inn í ISI og svo er það í raun mikið af fólki bara sem held ég eins og ég, bara ástfangi í íþróttinni og hefur mjög gaman að þessu sem vinnur óeigingjart starf. En svo er ekki síður, ég menna eins og þú þekkir með crossfitið kemur inn og það verður mikil vitundavakning í samfélaginu fyrir bara almennt gagnsemi liftinga og styrktarþjálfunar fyrir ekki bara íþróttafólk, heldur bara fólk almennt og bara það að, ég menna við erum að sjá gamalt fólk, það er að lifta af því, og það eru heitir hann ekki Janus eða eitthvað, með styrktarþjálfun svona eldri. Það getur verið. Já, og þetta er að skila gríðarlegum lífskjara skilar bættum lífskjörum á öllum stigum lífsins. Algjörlega, fólk kannski svona átta sig á því. Já. Ég held líka, og það nefndi crossfitið þarna, að fólk átti sig á því hvað 100 kíló eru þung. Það eru fleiri sem hafa fengið að snerta stöng sem er 100 kíló, hvort sem er að rekka hana á bakið eða reyna taka hana upp í réttstöðliftu eða backpressu og þegar að Júlían síðan deadliftar 400 kíló að þá er svona meiri skilningu fyrir því hvað afrekið er stórt. Já, þetta er líka mjög góða punktur. Ég alveg svona klárlega. Maður hugsaði þetta eins og með að það hafi einhvern veginn allir reynslu af knattspyrnu og þannig og það er auðvitað mjög aðgengileg íþrótt og þannig geta tengt inn í þann árangur og þetta er örugglega svona svipað einhver skýring, sko. Já, bara fleiri fá að spreita sig á þyngdum. Já, einmitt. Hvernig var það fyrir þig að vera að detta inn í þessa kanínuhólu af liftingunum og hafa síðan, Jón Páll og allar þessar
þessi stóru karakterar, var þetta eitthvað sem þú leist upp til? Já, klárlega og við eigum svo mikla sögu í styrtar íþróttum, hvort sem það í kraftliftingum, það í aflrörunum eða hvort tvekja, við erum með þessar kaskreinar í frjálsum, við erum með þessar manndóms og steina allt í kringum landið varðandi hlut í afla og hlut af afla varðandi launin Já, það var fullsterkur og hálfsterkur nákvæmlega eftir að lyfta steinin já, eftir hvað þú fekkst eftir hvað þú gafst lyft stórum stein hvort þú fekkst fullan hlut eða hálfan hlut eða eitthvað einmitt, þannig að það var bara strax gríðarlega mikið virði í því að vera sterkur og svona ásýndin og þetta virðist vera tengt svolítið einhverju leyti sjálfsmynd þjóðarinnar þú veist og allt þetta aftur í líka bara þessar Íslendinga sögur sko. Já, sjálfsög þannig það alveg mikil saga í þessu og menning fyrir þessu á Íslandi og ég held að það spila ekkert síður inn í það hversu í raun kannski stórt hlutskipti þessa styrktagreinar fá hérna á Íslandi og þetta alveg klárlega fyrirmyndir hjá mér þegar ég að byrja. Þú segir þessi mikil saga í þessu, þú ert náttúrulega sagnfræðingur. Ég gæti nú örgulega kalla með það að því að það ekki lögverðandi starfsæti, ég kláraði ekki gráðuna ég er búin með 2 ára af 3. Nú, ok, já. En hvað letið þig inn í sagnfræðina? Er þetta, minnst eitthvað að fyndið að blanda kraftliftingum og sagnfræði saman? Já. Sagnfræði enda fer nú bara ágætlega með öllu, held ég. Jú, hún gerir það og sagan þetta allt í kringum okkur. Já, heldur betur. En ég er af mikill svona hugvísinda fjölskyldu og fann sagnfræði bara snemma mjög skemmtileg. Svo bara hef ég fjarlæst þetta reyndar aðeins svona eftir, kannski eins og gerist þegar maður er mjög lengi með einhverja námskráður datt ég bara og höldu út og var að byrja í viðskiptafræði menn hún höldur svona uppæði í þessu Ok en bara mikilvægt að læra eitthvað held ég Já, þannig að þú hefur alltaf verið að mennta í rauninni með lyftingaferli Já, en á enga gráðu til að sína fyrir það Já, nei, ég dæmi það ekkert sko en kjörið 2019 að verða íþróttamaður ársins þú varst í öðru sæti 2018 er það ekki? Jú Tókst annars sæti þarna árun áður Já Mér þykir þetta svolítið magna að 40 árum á eftir Jóni Páli þá mætið þú og þetta er svo langt bil Já Þetta er það sem gerist sko, einmitt, þú segir Jón Páll var 81 Já, ég held það ég held það sé rétt 81 eða 2 eða eitthvað en svo fer kraftliftingarsambandið út úr ISI 85 Já, þannig það gerist í millitíðinni Það gerist í millitíðinni og þetta frá 85 til 2009 þegar kraft fer svo aftur inn í ISI það er auðvitað rosa mikið breyting sem verður á íslensku íþróttasamfélagi og ég held að hluti sko þjálfun, íþróttakennara íþróttaþjálfara við erum í ISI íþróttaskóla í dag og þjálfaranám við erum með öll þessi íþróttahús sem eru byggð á þessu tímabili og en af því að kraftliftingarsambandið er ekki innan ISI þegar þetta á þessum tíma þá er í raun ansi fá íþróttahús sem eru hönnuð með sko styrktarþjálfun í huga eða lyftingar eða kraftliftingar og ég held að mikið þessu sko námsefni lyftingar komi frá frjálsum inn í íslenskt svona íþróttafræða samfélag en ekki kraftliftingum að því bara stimplaði sér svolítið út þarna á þessum tíma en það sem við erum að sjá breytingu núna er að íþróttahús sem er verið að byggja núna og verður að byggja á næstu árum verður reikna miklu meira held ég með styrktarþjálfun bæði út af þessari vitundavakningu við vorum að tala um áðan en ekki síður út af því að nú er einhver málsvari fyrir þessa greinar Akkurat Einmitt, þannig að en af hverju fer kraft út, veistu það og ég held líka þegar kraftliftingasambandi fer inn í ISI verður það ekki meira bara svona er það ekki svolítið að gangast við bara eins og lyfjaprófum og þess aftur Jú, það er náttúrulega tilgangurinn að fara inn í ISI að vera bara eins og aðrar íþrótti vera bara lyfjaprófið íþrótt vera undir lyfja eftirliti og fylgja öllum þeim verkferlum og reglum sem fylgja þú veist
en ég held á sínum tíma, þetta er náttúrulega löngu fyrir mínu tíð, en ég held að sko það verið 2 mál sem hafa vegi eitthvað þingst, það eru lyfjamál og svo að kraftlyftingarsambandi var í raun ekki sér sambandin en ISI, heldur voru lyftingar og kraftlyftingar saman í lyftingarsambandi Íslands. Ólympíska lyftingar já. Og var það alltaf þetta sem lyftingar? Já, og í raun heiti lyftingar á Íslandi á íslensku. Hefur þið aldrei langað að spreita þau þar? Jú, en ekki nógu mikið til þess að gera það en svona. Leifið að dreyma bara? Já, gaman að fylgjast með þessu og bara mjög skemmtilegt sko. Já, en eins og bara svona hreyfi getan, ég meina getur þú alveg tekið clean, ertu alveg með bara liðleika og þess að Já, ég næri endar ekki alveg undir sko að lendinni sko. Nei, einmitt. En ég get gert það svona ljótlending. Já, en snörunin? Já, ég get hana en í raun ekki ég hef ekkert stund að ég meina bara þegar þú ert svona sterkur þá getur þú tekið bara með aflinu einu og sér mjög þunga lyftu þó svo hún sé ekki teknilega fallegust. Nei, einmitt en ég meina eins og sko tóg og klín og alveg eitthvað sem ég hef notað oft í æfingaprógrami hjá mér og bara upp á annarkvort uppbytun eða sprengikraft eða eitthvað svona, svona pælingar sko. Og þetta er líka bara hornsteinn í bara þjálfun margar íþróttamanna og það sérstaklega í frjálsum þar sem að þarf sprengikraft og þess aftar og mikið fótbolta fólk sem að tekur powercleanin og svona Þannig þetta hefur greinlega verið hornsteinn í bara þjálfun líkamlegs atgerfis. Já, einmitt og algjörlega og lyftingar bara og kraftliftingar og olympíska lyftingar sem heita lyftingar bara á íslensku eins og weightlifting á ensku og tungloftning á dönsku og þetta en þetta er alltaf að spila stærra hlutverk í lífi fólks og í þjálfun allra íþróttamanna. Og þess vegna tala ég að þessi íþróttahús þau eru svo sjaldan hönnuð með þetta leiðarljósi en við erum oft í einhverjum kjallurum eða bílskúrum eða eitthvað. Já. Þannig að við munum sjá miklu meira að því á næstu árum að eins og við sjáum erlendis, eins og við sjáum í þessum amerísku college og high school og öllum þessum íþróttafélögum í Bandaríkjunum og í Evrópu, það sem eru bara klikkaðir lyftingasalir. Já. Það sem að íþróttafólk getur í raun bætt sína hæfni, sko við eigum svo mikið inni í þessu hérna á Íslandi, í öllum íþróttafélögum. Já, einmitt, innan lyftingarna finnst mér, og ég meina sko, maður hefur nú komið inn í lyftingasali sem eru nú bara eins og einhvers konar hólur. Algjörlega. Og það er oft einhvers konar sjarmi yfir því, þú veist hvað við, eins og 100%. Dorian Yates, bodybuilderinn, talaði að hann fór niður, veist, þetta var ekki mönnum bjóðandi þar sem hann fór inn í myrkrið og var í salnum sínum allan tíman að grænda og lyfta og gjörsamlega myrða sig, mætti síðan til Kaliforníu, enginn vissi hver hann var, hendi sér úr sloppnum og þetta var bara eitthvað svona guð á meðan manna og svona að fara inn í þessa hólu, þú veist, og það er bara skítugt gólf og rottugangur og eitthvað svona því miður þá hefur það líka verið smá lenskan á Íslandi með við þá sali sem ég hef séð og ég er ekki að tala um neina aðstöð í dag en þú veist, maður fór inn í gamla jakaból og þetta var nú ekkert eitthvað það var ekkert nýbúið að þrífa. Nei, algjörlega, þetta er rétt, þetta er nú tvíekkisverð því að hjá svona litlum hópi myndast rosa góð stemming oft í svona einmitt lélugum sölum en ef þú ætlar að fara að þjálfa stærri hópa og tala nú ekki að gera þetta aðgengilegt sko fólki bara almennt og íþróttafólki, þá verður þetta að vera almennlegt og við sjáum þetta svo oft, við sjáum þetta það eru stóri íþróttafélög og klúbbar hérna, þeim eru jafnvel að tefla liðin sínum í meistaradeild Evrópu og eitthvað og þeir eru með einhverja fataskápa og kústaskápa undir lyftingaðastöð ég held að þetta sé bara ekki í gangi á neinum af þessum klúbbum sem þeir berja sig saman við. Nei. Hefur þú eitthvað komið að svona lyftingaþjálfun fyrir aðra íþróttamenn heldur en kraftlyftingafólk? Nei, ég hef ekki gert það. Nei. Ert þú eitthvað að þjálfa sjálfur eða? Nei. Ég hef ekkert verið að þjálfa. Ég hef lokið þessum ISI þjálfaranámskeiðum 1 og 2 og hef svo sem leiðbind töluvert sko og svona en ég hef ekki viljað fara beint út í þjálfun og meðan ég sjálfur að keppa svona mikið. Nei, ég skil þig. Þú er náttúrulega varst að ljúka Evrópumeistaramóti núna í ágúst síðastlinnum. Já. Tókst þar bronsið
einmitt. og bara svona smá söguleg yfirferð, þú setur heimsmetið, það 2019 eða ekki, í restöðliftinni 405,5 kíló, slóst þitt eigið heimsmet og nú þetta alltaf í flokkum, þetta ekki bara þvert á flokka, þó svo enda plúsin sé svona kannski svolítið viðtækastur, ef svo má segja, en það í fullorðinsflokki og 120 kíló pluss sem að það met var sett og síðan einhverjir staðlar með stöng eða búnað eða þess áttar Sko, já, ég keppi í þessum kraftliftingum og það bara íþróttagreinin í ISI eins og við erum búin að koma inn á og innan alþjóðalyfjaeftirlitsins og undir Ólympíusambandinu og keppir inn á heimsleikum á 4 ára fresti og þetta og það sem fylgir því að vera svona skráð íþrótt að það verði alltaf að vera sömu reglur, sömu keppnisgreinar í sömu röð sami búnaður staðlaður á öllu leyti og það svona munurinn kannski inn í þetta svo þetta, ef við tölum miðum þetta við aflröðunir, það sem hefur líka Hafþór hefur staðið sig gríðarlega vel. Já, á ensku það bara strongmen, eða ekki? Jú, strongmen. Þar eru við að tala sko munurinn eins og í okkur, stöngin okkar er styttri og breiðari, hún bognar ekki af mikið og við megum ekki nota þessar ólar eða strappa. Já, strappa, einmitt. Já. Ok, þannig það rauninni skilgreiningarnar og væntanlega þá lyfjaprófun eða hvað? Já. Það lyfjapróf á heimsmeistara, þegar þú setur heimsmeti, var það á heimsmeistaramóti? Já. Þú gerði það? Já. Hvað sæti skilaði þér? 3. sæti. Og þetta var bara heimsmetið í þessum viðtæka flokki? Já. Áttu það ennþá? Já. Þú reyndir við 420,5? Já. Núna í ágúst. Þetta rosalega stökk, 15 kílóa bæting. Þykir mér, síðan reyndar þetta fyrir 2 árum, en ég veit ekki hvers maður má ætlast. Já, í millitíðinni síðasta sumar teki 409 kíló hérna á Íslandsmeistaramóti réttstöðulöftu hér í Fagralundi í Kópavogi. Ég að freista þess að bæta með 11,5 kíló svona. Ég hefði ekki erindi sem erfiði þann daginn, en ég var samt alveg viss að ég myndi taka það. Það bara eins og það Þessi 420? Já, ég var alveg viss það. Þannig að ég náttúrulega mikla trú á sjálfum mér og svona, en ég líka veit það og ég get alveg sagt það að það mun fara upp, sko, bara spurningu hvenær það gerist. Já, ég ætla að fá að svona nuttaði hans upp að þó svo að bronsið sé náttúrulega bara gríðalegur árangur, þá hefði þessi 420,5 kíló lyfta skilaði gullinu. Já, og gulli var alltaf markmiðið með að fara þann út. En bronsið, ég var að hafa það. Já. Og það líka bara mjög gott og ég mjög ánægð með þetta og svona eins og ég hef sagt svolítið, þetta var fyrsta mót í raun í næstu 2 ár sem ég hef keppt erlendis og þetta COVID hefur sett sko ansið stórt strik í reikningin. Já, hvernig gekk að æfa í samkomu takmarkunum? Bjóst þú ekki til eitthvað svona heimagym? Jú. Ég sá allavega myndir að það einhverjum voða krútlegum klefa og þá var þetta svona klefi eins og ég vildi sjá hann sko, heimilislegur og bara heiðalegur. Já, við vorum nýflutt bara sem betur fer, við flytjum í lok febrúar 2020. Já, bara þegar þetta að skella á. Já. Og við erum bara nýbúin að strauja dótinu inn og svona raða upp í hillur, þá fæðir Ellen, fyrir Ellen á stað og við eignum strák og svo bara samkomur dagmækarnir nokkru dögum senna. Okay. Þannig að það breytist allt þannig bara. Já. Og ég náði að rusla út úr geymslunni á okkur og setja upp, fekk lánaðan rekka og backstatív og 320 kíló á lóðum eða eitthvað. Og náðu að setja upp svolítið bara ágætt heimakim miðað við aðstæður, en þetta var náttúrulega algjört tetris að æfa hana niðri og það var svona gluggi hérna í svona sjónlínunni í hnébauginni, þannig að ég horfði út gluggan og svo fór ég niður í beiguna, þá horfði ég á vegginn og svo þegar ég var að koma upp og sá ég aftur út gluggan. Það var svona alveg. Látaði vita að listan væri búin þegar þú sér út gluggan. Já, þetta var í fyrstu bylgju sko, svo hvað það sko. Svo reyndi ég nú að fara aftur og nýjan að kjallara í annari eða þriðju eða eitthvað en það var bara ömulegt. Já, þú ert ekkert, þegar fólki sem nefndi ekki að æfa í þessum heimaæfingum, það ekkert eitt þetta og þú sem afreiksmaður getur kannski tekið undir það eða hvað, þetta var þrautinni þyngra að vera mótivera sig að mæta einnir í einhverja kompu og halda rútínunni.
Já, það reyndar kom kannski aldrei til greina hjá mér neitt annað en að halda rútínunni en þetta var ekki spes og þetta var ekki spennandi og svona en það sem gerist í þriðju bylgju að ég og Ellen kærasta mín fáum iðnaðarbil bara í leikt í Hafnarfirði og gátum verið þar og það var nú bara orðið helviti gott sko. Já. Þannig, það var reynda kalt og svona vasshalli á gólfinu, hann var náttúrulega skakkur og hérna, en þá er þetta orðið fínt sko, en það sem gerist líka í þessu, ég hef alltaf æft með fólki og ég fæ svo mikið svona stuðning frá því að æfa með góðu fólki og veitir mér svolítið svona pepp og styrk og ég fæ mikið út úr því. Þannig að það sem gerist þarna er alltaf ég að æfa einnir í kjallar hjá mér og ég hef eiginlega ekkert að ráði æft einn þannig. Þannig að þetta var svolítið skóli fyrir mig og ég eftir á ekki hafið ég mjög gott af þessu bara að búa til þá kannski að styrkja þá hæfni að geta æft þungt einn. Já, akkurat. Leita það bara sem smá áskorun í því. Já. Ekki á þeim tíma þetta blótaði því sko en eftir á ekki hafið ég gott af því. Þú ert að lesa þessa bók eins og þú nefndir, 7 Habits of Highly Effective People. Ertu gjarn á, ertu að leita leiða til þess að bæta þig út af þessi, ég meina fólk kallar þetta ýmist andleg þjálfun eða þess að ég held að þú lendir á alls konar veggjum í liftingunum og eins og ég sagði að þetta væri harður húsbóndi stöngin, þá kannski líka svolítið skýrt hvar þú stendur meðal jafningja og það getur annarkvort mótivera mann eða buga mann að sjá að þessi á svona mikið og stelpan 14 ára á svona mikið. Vinnurðu mikið í þessu eða ertu einn af þeim sem bara getur farið nokkuð bara léttur í gegnum lífið án þess að þurfa að pæla mikið í öðrum? Já, ég er nú yfirleitt bara nokkuð léttur sko en ekki bókstaflega? Nei, ekki bókstaflega en sko ég las Atomic Habits. Já. Þetta byrjaði þar, mér fannst hún alveg geggjuð. Já, hún er rosa svona hnitmiðuð og praktísk. Já og það er kannski þá fer ég svolítið á stað í þessum pælingum mín og að lesa þessa gerða bókum því þetta er stundum kallað sjálfshjálparbækur og alls konar og stundum finnst mér vera svolítið svona tala niður til þessara bókmennta en svo er þetta bara rosa gagnlegt og ég allavega kann rosa vel við þetta því að bara svolítið að vinna í sjálfum sér og sjá þessi samskipti og allt sitt líf í öðru ljósi og ég er mjög ánægður með þetta. Einmitt. Og líka þetta er bara eitthvað sem að varðar alla, af hverju ekki aðeins að heyra hvað aðrir eru að spá þetta út af maður fer og lítið eitthvað að tala við sitt svona nánasta fólk venjur eða svona circle of influence eða eitthvað svoleiðis, það er gaman að heyra fólk greina þetta sko. Einmitt, já, og þetta, þú veist, hvernig þú fungerar í samskiptum og þú veist, hlustar á svarið eða ertu bara að bíða eftir að koma að staða sjálfur eða, þú veist, eitthvað svona pælingar og ég held að hafi nú allir bara mjög gott af þessu sko. Einmitt. Hvað er svona, hverjir eru forsendur þess að þú haldir áfram að bæta þig? Þetta er góð spurning. Þetta er mjög góð spurning. Ég held að ég veit ég er að láta það svolítið on the spot hérna. Já, ég held að númer 1, 2 og 3 sé forsendan svo að ég hafi gaman að því sem ég er að gera. Ok. Og fá ég ánægju út úr því fá hvort tveggja því að æfa því þetta er þannig íþrótt að þú eyðir 99% tímanum bara að æfa og svo ertu eitt svona mót sem þú er 12-16 vikur og undirbúið undir þá ertu bara 9 mínútur á pallinum þú veist í mestarlagi. Þetta er ekki meira en það. Nei, en þú ert að æfa fyrir þetta. Þannig númer 1 er forsendan að ég hafi gaman að því sem ég er að gera og sjáu bæði tilgang í því og eitthvað markmið verðugt. Já, það er klárlega númer 1 í þessu. Svo er þetta svo margt eins og við erum búin að ræða hérna að svo koma svona utan að koma til þættir inn í þetta. Nú erum komið garnakul. Ég er svangur. Ég heldur ekki mikið lengur. Nei, það er svo mikið í þessu að vinna í því sem þú hefur áhrif á og getur breytt
forsendur þess að bæta mig, ég svaraði þessu á þann veg að það að ég hvílist vel, það að ég borði vel og það að ég æfi vel en til þess að gera þetta þarf ég auðvitað að hafa gaman að því sem ég gera, ég þarf að finna mig markmið og elta þau og ég þarf að hafa ekki bara gaman að því æfa, heldur líka að fara út og keppa og að þetta er töluvert í öllum svona þessu, þú ert komið þetta langt í þetta að leggja allt á línuna og þú ert eins og ég segir 99% tímans ert að æfa fyrir eitthvað og þetta eru 9 mínútur og þú ert að leggja í raun allt á þessar 9 mínútur, allt sem þú ert að vinna og þetta skiptir því svona miklu máli þá ertu stressaður þú ert hræddur að mistakast eða og sumir eru jafnvel hræddir að þeim gangi vel, þú veist og allir skalinn á þessu og það eðlilegt þegar þetta skiptir því miklu máli og leggur mikið á þig og það forsenda þess að maður hafi gaman að því að forsenda þess að ná árangri. Já. Gott svar. Má ég krefja þau svona dítela eins og er að ná endurheimt og ná að hvílast felst það í því að og kannski tökum aðeins út fyrir sviga að vera með barn og auðvitað gerir það kannski ferðlega hans erfiðara en er eitthvað sem lágmarks svefn fyrir þér til dæmis, ertu með ríkar venjur þarna, bara þú nefndir Atomic Habits hvort þú sért búin að búa til einhverja svona praktískar rútínur? Já, ég fer alltaf að sofa 10 og svo ég að vakna bara milli 6 og 7-8 kannski en þetta eru þessir sko að því ein og ein nótt þú ert þreyttur og það ekkert stórkostlegt sem gerist en ég stíl alltaf á allavega að gefa mig tíma fyrir 8 tíma svefn þú veist, og svo bara hvort ég nái því hvort ég nái 7 tímum eða 9 tímum en það alltaf allavega tími frá 10 til 6 til þess að sofa og það er nú miklu leiti þetta var kannski 12 til 8 en nú er þetta 10 til 6 Er einhver bætiefni, fæðubótaefni sem að þú hefur tekið og heldur inn í þinni rútinu og þá eru að horfa svona yfir síðasta áratuginn? Eitthvað sem hefur lifað gegnum ferilinn með þér? Sko, ekkert kannski alveg svona. Ég er náttúrulega sko, númer 1 hefur alltaf verið matur hjá mér og fæða. En ég tek misuprótein, það er bara mjög praktískt að gera það, bara einfaldar fljót, auðmeltanlega prótein og bara einföld leið til að bæta við próteinum, bæði eftir æfingar og svo bara yfir daginn hvort sem það er bara þá misuprótein eða hleðsla eða eitthvað svona, veist. En ég er líka bara mikill sko matarmaður D-vítamín er eitthvað en við Íslendingar þurfum að taka, veist. Ég meira þess að ég var að taka alltaf D-vítamín og svo fór ég í blóðpröfu og ég var bara undir lægri mörkum. Já, það þrátt fyrir að taka sem fæðubótaefni. Já, þrátt fyrir að taka það og vera almennt töluvert tannaður. Já, það? Já, það er kannski ekki núna en... Já, það er rétt, þú ert alveg útrúkla með gátt svona baseline, heldur því í gegn sko. Já, einmitt. Ok, fyrir. Þannig að þú ert engin þú veist, það er ekki þarna sem að þú ert að bæta við eða hefur fundið gríðarlegan mun á þér, þetta er meira bara svona consistency í bara hollum mat og æfingu. Já, hollur og fjölbreyttur matur. Þannig að þú ert ekki með neina töfralausnin hérna fyrir okkur? Nei, ég ekki. Þú veist, jú, töfralausnin er svo að leggja sér fram og halda prógrami en töfralausnin er ekki sexy í þeim skilningi, þetta er bara og það er eins og þú tókst viðtal við hann Helga í Góu. Já. Sem er aldrei töffkall og alveg grjótarður og hann var svo mikið að hamra á því allt viðtalið það er ekki vinnan, það er ekki hvað þú gerir eitthvað 8-4, það er auka vinnan sem skiptir máli, það er frá 4-12 Akkurat. Og þetta var náttúrulega grjótart en þetta er svolítið held ég málið og rauðþráðan í þessu öllu og örugglega saman hvað þú gerir það er að klára prógramið, það er að leggja það allan fram og það er bara vinnan. Það er endurtenningin, aftur og aftur og aftur og bætingar eða fjárhagslegt sjálfstæði eða byggja upp fyrirtæki eða eitthvað. Ég held að þetta er ekki dag frá degi, þetta er ár frá ári. Alveg rétt. Það er þetta skora inn. En líka svona kannski bara smá tips sem ég held að eigi við allt, sama hvað þú gerir.
er að finna fólk sem er á sömu leið og þú veist, eins og öll þessi bara félaga starfsemi þú veist, hún á sér róta á rætur að rekja til upplýsingarinnar og alls þessara pælingu að stofna félög utan málefni þar sem fólk sem hugsar eins geti komið saman og unnið að framgangi málefnisins eða sjálfsins og í þessari vegferð og það það sem maður þarf að gera. Ég gerði þetta þegar ég byrjaði alveg óavitandi hvað ég var að gera en ég hitti Auðun Jónsson niður í Gimmi og Halldór Eyþórs og fleiri þarna voru búin að gera það sem ég langaði að gera og ég bara límdi mig við þá og spurði og spjallaði og pældi og eitthvað og þetta það sama og gerir örugglega í öllu sem maður ætlar að ná sér langt hvort sem það að stofna fyrirtæki eða eitthvað. Einmitt. Þetta rétt sko, ég segi þú ert ekki með hana töfralist fyrir okkur, þú ert víst með töfralistin og hún bara ekki sexy. Já, akkurat. Það bara erfitt að markasetja hana og erfitt að fá fólk til þess að flikkast á hana og halda að þetta sé það sem að mun leysa öll vandamálum. Já, einmitt. Gekkja. Þannig að þú ert Ólmur áfram að ég held að þú reynir ekki við 420 kíló og klúðriðum og kallir þið bara sáttan. Er einhver svona áformum næstu ár eða einhver markmið sem að svona, ég ætla ekki að endilega beða að deila þeim beint með okkur en ferillin ekki búinn? Nei, hann ekki búinn. Eins og ég segi, ég að undirbúin núna undir heimsmeistaramót sem haldið miðjan nóvember í Noregi og þetta mót sem ég hef búin að vera inn í dagatalinu hjá mér í 4 ár. Já, að það? Og veist, þetta úrtökumót fyrir heimsleika sem eru næsta sumar átt að vera síðasta sumar og þetta mót átt að vera síðasta haust en svona þetta þannig að þetta skiptir miklu máli og komist ég í topp 3 sem ég sé ekki trítið fyrirstöðu gerið og fæ ég boðsmið á heimsleikana World Games sem svona fjölgreinamót og stærsta fjölgreinamót í heimi fyrir utan ólympíuleikana næst stærsta fjölgreinamót í heimi og það er stóra markmið komast þann inn en eins og með öllu að byrja maður að fara á þetta mót og ná þessu og komast þarna og gera sitt besta svo sjáum við til hvort að ég verði ekki á heimsleikunum næsta sumar. Þannig að þegar að hún animist CrossFit drottning var að tala að hún var alltaf mest spurðað í bara hvernig ertu svona motiverið eða hvernig færðu motivation til þess eða hvatningu til þess að mæta á æfingar ertu alltaf motiverið að mæta á æfingar ég ætla bara að búast við að þitt svar sé að sama og hjá öllum öðrum að bara þetta kemur í bylgjum stundum á maður frábærar æfingar og langar að mæta stundum það maður svolítið að manna sig upp í að mæta og þá hjálpar það að gaman að þessu en bara svona tricks að vera með eitthvað skráð í dagatalið sitt yfir 4 ár er það eitthvað sem þú nýtir, svona markmiðasetning til svona ótrúlega lengri tíma? Já, klárlega og bara til að koma því að ég er alveg sammála en ég misti þessu Jú En jú, og mér finnst líka með markmið það eru náttúrulega margs konar markmið það eru að setja sér raunhæf markmið og tímasett markmið og allt þetta en mér finnst líka mjög gaman og gott að setja með markmið sem að eru jafnvel á mörkum þess að vera óraunhæf eða jafnvel svo svo rugluðu eitthvað að ég þori ekki að deila þeim með neinum Einmitt, maður er bara náttúrulega hræddur við þau Já, akkurat, mér finnst það líka mjög gaman þó að hitt sé nauðsynlegt líka að setja sér raunhæfa markmið. Manstu eftir einhverju svona markmið sem að gjörsamlega hræddi þig en þú ert búin að ná því? Já, ég meina 400 kíló réttstöðulifta og veist, ég hef ekkert sagt það endilega til að byrja með, ég væri að stefna þangað. Og nú varstu síðast að reyna við 420? Já, akkurat. Og það er svo margt í þessu líka ég man að fyrir eitthvað mótina heima 2010 það var að vera að spyrja mig hvað ég væri að stefna fyrir mótið og ég var að hugsa þetta og ég dróa af 20-30 kíló af öllum liftum hjá mér, markmiðunum og sagði það og fólk svona er þetta ekki svolítið gróft heldur að þú getur bætti svona mikið Já, þú meinar Já, en svo gerði ég það, skilur Einmitt. Og náði hinum markmiðunum Einmitt. Þannig að ég ætla að búast við að þú situr hérna fyrir fram og þú ert með einhver markmið sem eru að kýtla svolítið en það er bara ekkert vitið að vera nefna það eins og Já, alveg klárlega alveg klárlega og það er hluti af þessu öllu Einmitt. Já.
Þetta hjálpar einmitt og þetta líka svona smá langtíma hugsun að það kemur æfing sem maður ekki beint nennir en maður getur kannski svona hort til einhvers langtíma markmiðs og hugsa þetta nú bara eitt partur af því að komast á þennan stað. Gott að vera búin að setja stefnuna. Einmitt og ég meina eins og þetta líka koma á svona æfingar sko, ég hef lent í því eins og bara sko einhver morgunæfingi núna ekkert fyrir svo löngu og ég var bara mjög þreyttur og svolítið svangur og svona og öll æfingi var, ég hugsaði ég hita kannski bara upp og svo sé ég bara til og svo hitaði ég upp og og var hann sæmilega heitur ég byrja að taka hnébeygju en kannski bara teki hann á föstudaginn bara á hann inni kannski bara en ég ætla aðeins að byrja bara að hita og ég tek kannski bara fyrsta vinnusettið þú veist það bara fínt og þá bara ég bara betur hvíldur í næsta viku ok, eitt enn og svona gengur þetta bara og hann til að allt í hennu ertu bara búinn og getur bara verið stoltur að þér og maður líka svona undir niðri bara eitt en maður undir niðri það getur nú verið við erum hérna saman aðeins það getur verið að ég náði þér í annars það eitthvað svona heimskulegur díalógur í gangi inn í hausnum á mann og þú varst ekki að hissa á því að þegar þú varst búin að hita upp að þú varst til í annars en samt einhvern veginn helstu svona pressunni niðri, bara nei, við ætlum bara að hita upp við ætlum bara að halda okkur góðum hérna sem að sé að tala við sjálfan sig það hæfileiki það er það Herri Júlían, 1000 takkir fyrir að koma ég smá hræddur við að hafa á svangan hérna ég ekki að fara að ráða við þig eitt sko ef hungrið fer með þig í gunnur en bara gangið hrikalega vel í nóvember á heimsmeistaramótinu og eitthvað svona án þess að þú vitið að væntanlega hvað hinir gera en eitthvað sem að þú sér fyrir máttu til dæmis deila opnunarliftunum með okkur, hverju myndir opna í? Nei, sko það ekkert alveg komið það svona ræðist á næstu vikum en mér finnst ekkert ólíklegt að ég opni á ólíkum stað frá því bara Evrópumótinu Þess að ólíkum stað þá fyrir ofan þær þyngdir eða? Nei, ég hugsi ég verða mjög svipuðum Mjög svipuðum? Já Hvað er það í backpressu, réttstöðu og hnébeygju? Já, það eru 400 kg hnébeygja 312 kg backpressa og 355 kg réttstöðulifta Tekur svona stór stökk í réttstöðuliftinni? Já Ef maður opnar á 350 hvað myndir maður stökka upp í annari tilum? Ég myndi vilja fara í 390 allavega Wow, ok þetta komin í svona hrottalega tölur með þér Þú græðir ekkert á því að byrja í 390, 400, 410 eða þú veist, það bara of lítil prósentu Já, þá ertu líka bara orðin svo þreyttur þetta orðnar þá 3 þungar liftur Tekur þú mikið úr þér og þú þarft þá raunin að leggja allt undir í síðustu liftunni Já, og ég meina 390, 400 þetta sama þyngdin þú veist, þannig þegar þú ert komin yfir hana þá er þetta sama þyngdin og líka það, maður er reiknað það inn í þannig ég búin að fara í gegnum þungarhnébeygju þungabackpressu og ég komin í réttstöðunni og ég meina yfirleitt þá með þess að hita ég upp bara ég tek kannski 120 kg, ég tek 200 kg ég tek 260 og svo 300 og svo fer ég inn á palli 350 og svo kannski 390 til 400 og svo á ég inni hann upp á eitthvað upp á eitthvað gott Gekkja, Júlían, gangið hrikalega vel og takk kærlega fyrir spjall Takk sömuleiðis, takk